Takk hérlega fyrir Gústaf, flott innlegg í umræðuna og jafnframt áhugavert að sjá að kjarasamningar höfðu víðtækari áhrif heldur en fall WOW samkvæmt allar þeim félögum sem tóku þátt í könnuninni. En næstur á svið Kristján Sigurjónsson. Kristján hefur síðastliðinn áratug haldið úti vefmiðlinum Túrista þar sem fjallað ferðalög og ferðaþjónustu. Kristján hefur einnig unnið í faginu, fyrst hjá danska flugfélaginu Sterling og svo í markaðssetningu á Íslandsferðum í Danmörku og Svíþjóð. Kristján ætlar að fjalla framboðsleiðina á flugi til og frá Íslandi og mikilvægi þess að erlend flugfélög fljúgi hingað til lands. Kristján, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Guðmunda. Ánægjulegt að vera með ykkur hér í dag. Það oft sagt að fólk sem vinnur mikið aðleitt heima eins og ég geri, hafi gott að koma út á meðal fólks. Og mér sýnist ég ná að fylla svona nokkur ára kvóta af spjalli við ókunnuga hér á einu bretti. En hvað það? Ég held úti vefsíðunni Túrista og allt í öllu í þeirri útgerð. Það hefur reynst mér erfitt að finna hentugt starfsheiti, blaðamaður, ritstjóri, framkvæmdastjóri. En ég það heppinn að nokkrir diggir lesendur síðunnar hafa viðrað sínar tillögur á opinberu vettvangi. Þannig sagði stétt manna að ég væri bara sjálfskipaður sérfræðingur og pislahöfundur nokkur sagði að væri allt of mikið mark á mig tekið, ég væri í raun dvergur en ekki dómstóll. Þannig að þið hafið það kannski í huga. En hvað það? Ég er komin hingað til að tala bein áhrif af beinu flugi og ætla að gera það kannski á svolítið með því að einfalda veruleikann aðeins. Við vitum það öll að fólk hoppa bara ekki upp í flugvél og flýgur hvert sem er. Ef svo væri, það hefðu Íslendingar fjölmennt til Cleveland, St. Louis, Cincinnati síðastliðið sumar þegar framboð flugið þangað var mjög mikið. Og Íslendingar myndu sennilega fjölmenna, margir hér inni væru til í að fara til Madeira og Korsíku í frí. En það er ekki flogið beint frá Keflavíkurflugvelli fer fyrir eitthvað fólk kannski til Tenerife. Þannig að það margt sem spilar inn í þetta allt saman en ég ætla að fjalla flugið og hvað það hjálpar okkur að hafa svona mörg flugfélög eins og við höfum í raun og veru á Keflavíkurflugvelli. En við lítum svona á þróun síðustu ára og skoðum bara hlutdeild flugfélagana mælt í brottförum í ágústmánuði ár hvert. Þá sjáum við að þrátt fyrir að erlendu flugfélagunum hafi fjölgað svona mikið og ferðina tíðari og áfangastæðinni fleiri, þá hefur vægi erlendu flugfélagana í sjálfu sér lítið breyst. Vissulega munur á að vera með fjórðung og fimmtung. En af því að WOW og Icelandair uxu svona hratt, þá var hlutdeildin alltaf þessi, svona fjórðungur, fimmtungur, en nú er hún komin allt upp undir þriðjung og það skýrist náttúrulega af falli WOW að mestu leyti. Og erlendu flugfélögin eru með svona allt aðra farþegaflóru en íslensku flugfélögin. Það eru fáir tengifarþegar, hlutfall Íslendinga lágt. Ekki nefnt sem dæmi hefða eftir sölustjóri hjá Lufthansa sem sagði 8 af 100 farþegum í vélum þeirra til og frá Íslandi eru Íslendingar. Það ekki herra. Svo eru náttúrulega fleiri sem nýta sér sólarlandaflug Norwegian til Spánar en svona almennt virðist vera sem hlutfall íslenskar farþega hefur verið lágt. Sem þarf heldur ekki að koma óvart því að erlendu flugfélögin auglýsa ekki neitt á íslenska markaðnum, kannski á samfélagsmiðlunum, en ég sem hefur verið í minni útgerð í áratug hef fengið sárafáar krónur frá erlendu flugfélögum, þau hafa bara eiginlega engan áhuga á íslenska markaðnum. En svo eru þetta með að þarna eru þá aðalega erlendi ferðamenn og ef maður bara svona rýnir í betri upplýsingar sem Icelandair veitir í dag, það að segja að nú fáum við svona meiri upplýsingar hvað flugfélagi flytur marga ferðamenn til landsins, þá sér maður að Icelandair hefur staðið undir svona 2 af hverjum 3 ferðum í sumar en flutt svona helming ferðamannana. Þetta svona náttúrulega svolítið einföldun en þetta svona sirka bát þegar maður skoðar flutningatölur Icelandair síðustu mánaða. Og erlendu flugfélögin þá með 3 af hverju ferð og helming ferðamanna. Og sætanýtingin í íslensku erlendu félagana hefur verið nokkuð há, allan með þær tölur sem maður hefur aflað sér út í heimi og spjall við erlend flugfélög, að þá hefur sætanýtingin farið hækkandi eins og til dæmis hjá Lufthansa hækkaði sætanýtingin í Íslandsfluginu töluvert milli 17 og 18. Skoða tölur frá Bandaríkjunum einstök flugleið, Minneapolis, Keflavík síðastliðið sumar, 87% nýting hjá Delta, 82% hjá Icelandair og það munar þetta bil. Og svo það náttúrulega líka eitt þetta með gengi krónunar. Erlend flugfélög hafa alveg hafið flug og hætt við flug til Íslands alveg óháð því hver staða krónunar er. Nefni sem dæmi, í upphafi sumars 2017, þá hefði gengi krónunar verið mjög hátt alveg frá í 1 ár.
Það voru 3 erlend flugfélög sem byrjuðu að fljúga til Íslands. Finnair, Air Canada og Czech Airlines. Öll svona 3 svona hefðbundin flugfélög og þau eru öll að fljúga til Íslands í dag og eru búin að bæta í á þessum tímabili. Þannig að gengið fældi þau ekki frá, svo mikið er víst. En svo ef maður lítur svona á kannski svona eitt íktasta dæmið áhrif þess að fá inn erlent og sterkt flugfélag. Þá það EasyJet sem stærsta flugfélag á Bretlandi mælt í farþegafjölda innan Evrópu. British Airways aðeins stærra. En sko fjöldi breskra ferðamanna jókst ekki aðeins í kjölfar þess að EasyJet hóf að fljúga til Íslands, heldur breyttist ferðamynstrið töluvert. Því að þá EasyJet hefur sett meiri fókus á að fljúga til Íslands yfir vetrarmánuðina, nota þá sennilega þoturnar frekar að fljúga til Spánar á sumrin, en Íslandsflugi hefur verið mjög mikið yfir vetrarmánuðina, og þeir byrjuðu að fljúga þarna í lok mars 2012, 3 ferðir í viku til Luton, svo bættist fljótlega við Manchester, Edinborg, fleiri flugvellir, Gatwick og Bristol og Belfast, og niðurstaðan svolítið mögnuð, það að segja, að breskir ferðamenn, neðri línan sýnir sem sagt árið 2011, þá var eiginlega lítill munur á milli mánaða eftir fjölda breskar ferðamanna. Þeir komu nokkuð jafnt yfir árið, en myndin gjörbreytt í dag. Og nefnt sem dæmi að nú koma fleiri breskir ferðamenn í febrúar en í samanlagt í júní, júlí, ágúst. Og í ár var það til dæmis þannig að í febrúar voru 43.000 Bretar á landinu, en samtals 33.000 Bretar júní, júlí, ágúst. Þannig að þetta ótrúleg breyting. Og þetta náttúrulega skrifast á aukið framboð á flugi og ekki bara frá EasyJet. Ég meina Icelandair hefur bætt í flug til Bretlands. Við sjáum að WOW Air gerir það náttúrulega líka. Svo hafa flugfélög eins og Flybe og Norwegian breytt sig á Íslandsflugi frá Bretlandi. Og British Airways hóf svo að fljúga til Íslands fyrir 3-4 árum síðan. En það svolítið magnað með það félag að samkvæmt upplýsingu sem ég fékk frá þeim að þá voru Kínverjar stærsti hópurinn borð í vélunum frá Heathrow til Íslands, fyrsta veturinn sem British Airways flög til Íslands. Sem sýnir aftur dýnamíkina í þessu stóru flugfélögum að þegar þau geta boðið upp á tengiflug alla leið frá Asíu, millilend og áfram til Íslands, þá náðu mjög miklum árangri og það ástæðan fyrir því að Finnair fljúgur til Íslands allan ásins hring. Það ekki ábyggilega því að finnskum ferðamönnum fjölgar ekki svo mikið, en það eru Asíuferðamennirnir. Og Lufthansa með því að færa flugið sitt frá Frankfurt til Íslands, þetta var alltaf nætuflug, byrjuðu svo að fljúga yfir miðjan dag, þannig að það var auðveldara að tengja saman Asíutrafikkina í Frankfurt og við Keflavíkurflugið. Þá jókst eftirspurnin frá Kína gríðarlega og þetta hef ég bara eftir fólki hjá þessum flugfélögum. Og hér sjáum við bara til samanburðar hvernig dreifing annarra ferðamanna en Breta hefur svona helst eiginlega nokkuð óbreytt. Þetta fjöldinn margfaldur en mynstrið svipað. Og nokkur minni dæmi þessi miklu áhrif sem bættar flugsamgöngur milli Íslands og útlanda hafa á íslenska ferðaþjónustu til dæmis Norwegian. Þegar það flugfélag byrjar að fljúga yfir vetrarmánuðina frá Madrid, Barcelona og Alicante, þá þrefaldast fjöldi spænskra ferðamenn á Íslandi yfir vetrarmánuðina. Þannig að aukið framboð gerir það verkum það gríðarlega margir sem hafa áhuga að heimsækja okkur og þetta ódýrara flug og beina tengingar, það ýta undir ferðagleðina. Og síðastliðinn vetur þá flög Norwegian frá Róm til Íslands og áhrifin leynir sér ekki, en því miður Norwegian að skera niður alla starfsemi í höfuðborg Ítalíu og mun ekki halda þessi flugi áfram í vetur. Og svo annað dæmi S7 flugfélagið rússneska sem fjölgaði ferðum núna síðastliðið sumar úr 1 í 2 og það hefur strax áhrif, þannig að það þarf bara sáralítið til þess að við fáum þúsundir fleiri frá ákveðinni borg eða ákveðnu svæði. Og það væri hægt að tala auðvitað stóraukið flug Icelandair til Kanada, áður fyrr takmarkaðist það við sumarmánuðina, svo fjölguðu þeir ferðunum við vetrarmánuðina, þá fjölgaði kanadísku ferðamönnum, Kaliforníuflug WOW Air hafði gríðarleg áhrif þegar félagið sendi breiðþotur til San Francisco og Los Angeles nánast daglega og maður heyrt að mörgu fólki í ferðaþjónustunni að það saknar viðskiptavina frá Los Angeles og því svæði. Þannig að dæmin eru mörg. En þetta byggist oft ekkert endilega á kannski hill Íslands. Oft eru þróast hlutinir á einhvern allt annan hátt. Til dæmis sumarið 2018 þá voru
sko buðu WOW Air, Icelandair og American Airlines upp á flug til Íslands. WOW Air tilkynnti flug þarna haustið 2017, Icelandair viku síðar og American Airlines, stærsta flugfélagi í heimi, svona grípur til varna. Dallas þeirra heima völlur og þarna eru bæði íslensku flugfélögin á leiðinni þangað og þau svara með því að setja inn daglegt flug til Íslands sumarið 2018. Og það var eiginlega fyrirséð að þetta yrði blóðbað. Það ekki eftirspurn eftir 2500 sætum milli Dallas og Íslands í hverju viku. Og það kom á daginn, bæði WOW Air og Icelandair hættu flugi til Dallas, en American Airlines hélt áfram nú í sumar en ætlar að hætta og flytja Íslandsflugið sitt til Philadelphia. En við skoðum áhrifin af þessu, það að segja bara að stærsta flugfélagi heimi ákveða að svara svona innrás frá íslensku flugfélögunum. Þá sjáum við að það voru samkvæmt tölum sem ég hef fengið vestanhafs, þessar tölur eru onni í skúffu hjá Isavia og engum opinberar, en í Bandaríkjunum þá fær maður þessar upplýsingar og þá sjáum við að það voru 101.000 farþegar sem nýttu sér flugið milli Dallas og Íslands sumarið 2018. Og 54% þeirra voru að fljúga á milli borganna tveggja, en næstum allir í þeim hópi hófu ferðalagi í Dallas og fóru til Íslands. Þannig að maður leikur sér á tölunum og hefur það í huga að farþegar eru taldir á hverjum fluglegg, þá hafi þetta verið svona 24.000 ferðamenn sem komu bara frá Dallas-svæðinu í síðastliðið sumar og haust 2018. Til samanburðar komu 21.000 ferðamenn frá Sviss á þessum sama tíma. Þannig að við sáum að þarna kemur inn bara þessi óvæntu auknu flugsamgöngur og áhrifin eru gríðarleg. Og svo má ekki gleyma að 46% farþegarna sem nýttu sér þessar samgöngur voru tengifarþegar. Það að segja fólk kannski sem flaug frá Oklahoma til Dallas og til Íslands eða frá Frankfurt, Ísland, Dallas. Þannig að þetta voru, bara þetta, þessi vörn hafði þessi gríðarlega miklu áhrif, en því miður ætla American Airlines ekki halda þessu flugi áfram, þannig að á næsta ári verður ekkert flogið til Texas frá Íslandi. En svo verðum við náttúrulega fyrir skakkaföllum líka og gjaldþrot þýskra flugfélaga hafa, kannski reynst okkur svolítið dýrkeypt. Það var mörgum tíðrætt töluverða fækkun þýskra ferðamanna sumarið 2018. Þá kom 80.000 færri Þjóðverjar en sumar áður. En eins og við sjáum hér, og ég er búinn að þið sjáu þetta líka, þá hafði Air Berlin staðið undir umtalsverðum fólksflutningum frá Þýskalandi til Íslands á ári hverju. Það voru 34.000 sæti í 190 ferðum þeirra til Íslands sumarið 2017 og þetta framboð detti út skýrir vissulega og vil ég meina stóran hluta því að þýskum ferðamönnum fækkaði. Það bara þannig að vera hluti af leiðakerfi stórs flugfélags skiptir máli. Þá eru fá netklúbbsfélagar tilboð, við erum vildapunktar geta nýst í Íslandsflug, þannig að þrátt fyrir að framboðið séðan úti á vegum íslenskara flugfélaga, þá erum við með allt annan aðgang á markaðnum í gegnum erlendu flugfélögin. Og svo nú í sumar þá hefur haft einhver áhrif að Germania sem flaug frá Dresden, Nürnberg og Bremen til Íslands, borgir sem áður hafa ekkert verið hluta leiðakerfi Keflavíkurflugvallar, að það félag fór í þrot líka. Og samkvæmt tölum sem ég fengi frá þýskum flugmálayfirvöldum, þá voru þetta 8.000–9.000 þýskir ferðamenn þá sem hafa nýtt sér flugið þess félags til Íslands ári hverju. Og þetta eru högg, það ekkert þetta leyna því. Nú sé ég er búinn að tala allt og hratt hérna. En svo ætla ég að fara yfir þetta í lokin, að það er mjög mikilvægt að við höldum áfram, höldum sterku tengslu við þessi erlendu flugfélög. Því þau hafa eins verið að draga úr Íslandsfluginu. Þótt að sætaframboðið núna í vetur eru að aukast eitthvað, þá skrifast það líka miklu leyti á til dæmis sólarlandaflug Norwegian til Tenerife og Alicante og Canary sem Íslendingar nýta sér að mestu leyti. Þannig að það skekkir aðeins myndina þegar maður skoðar framboð erlendu flugfélagana. Og svo það að við vitum að EasyJet nú þegar ætlar að hætta flugi milli Basel og Genf næsta sumar og munarum minna. Það líka þannig að ég veit fyrir víst að það var erlent flugfélag sem íhugaði mjög alvarlega að hætta við Íslandsflug næsta sumar en á síðustu stundu var þessari flugleið bjargað
vegna þess einfallega að hún var til sölu og eftirspurnin reyndist vera til staðar, þannig að flugfélagið hætti við að hætta. Ég get ekki sagt hvað flugfélagið var, en það hefði munað þetta. Og svo það þannig að Icelandair hefur náttúrulega vissulega gert sitt í að fylla upp í þau göt sem WOW skildi eftir sig, en það hafa eiginlega fáir aðrir gert það, og þetta eiginlega þvert á þær spár sem voru að önnur flugfélög myndu fylla upp í það skarð sem WOW skildi eftir sig. Ég meina, en það var í raun skrifað í skín að svo það ekki, því að farþegafjöldinn hjá Icelandair, hjá WOW byggðist á tengifarþegum að miklu leyti. Og erlendu flugfélögin ekkert að sækja það markað. Þau eru að fljúga frá A til B, ekki vel að menna en að tengifarþegum borð, eins og ég nefndi áðan. Og þannig að pródúktið allt annað sem þau eru með en íslensku flugfélögin. Og svo, ef maður leyfir sér að vera svolítið svartsýnn, sko, það gæti náttúrulega margt gerst á næstu árum, næsta ári eða næstu 2-3 ár. Og við gætum þurft að grípa kannski til einhver aðgerða til þess að laða til okkar fleiri flugfélög, því að eins og nokkur dæmi sýna hér, þá eru áhrifin gríðarleg. Og íslensku flugfélögin hafa sótt styrki út í heimi mjög myndarlega til þess að halda úti flugi til og frá borgum. Ég nefni sem dæmi að samkvæmt fjölmiðlum í Kansas, þá ef Icelandair getur sýnt fram á tap af rekstri á flugi sínu milli Keflavíkur og Kansasborgar, þá borgar viðskiptaráð Kansas mismuninn. Þannig að ég sjá að það eru alls konar úti. Ég meina, ein ástæða þess að það mikill uppgangur í Ísrael, það að segja fjölgar ferðamönnum þar, það að því að Ísraelar þeir borga svolítið með fluginu til landsins. WOW fékk alveg örugglega háar upphæðir fyrir að fljúga milli Íslands og Keflavíkurflugvallar. Þannig að þetta eru kannski eitthvað sem við þurfum að hafa bak við eyrað. Við vonandi þurfum ekki að grípa til svona aðgerða, en eins og ég vona ég hafi nú kannski svona náð að sýna aðeins fram á að erlendu flugfélögin, þau koma með eitthvað sem íslensku flugfélögin hafa ekki. Þannig að, en ég ætla nú að svona fá að misnota aðstöðu mína henni í lokin og benda á að ég nú búinn að opna svona styrktarsíðu inn á túrista, þannig að allir geta lagt í búkið og ég nefnilega til full ástæði til þess að efla umfjöllun íslenska ferðaþjónustu og ég veit að kona mín þau ánægð með að vera ekki áfram kjölfustan í útgáfunni. Þannig að ef forsvarsfólk íslenska ferðaþjónustu fyrirtækja sér tækifæri, þá veit ég af styrktarnafnum. Takk fyrir mig.